Hæ, ég ætla í þessu myndbandi að fjalla skoska leikinn. Það er þegar hvítur leikur í þriðja leik D4 og það skiptist upp á miðborðspöðunum. Það sem gerir skoska leikinn dálítið sérstakan frá öðrum byrjunum er að svartur getur auðveldlega misst takið á miðborðinu og staðan oft hjá sumum mönnunum verður oft mjög furðuleg bara eftir nokkra leiki. Þá sérstaklega við drottningar leiki og líka hvað riddararnir standa í þessari byrjun. Sjáum bara dæmi. E4, E5, riddari F3, riddari C6 og D4. Svartur þarf núna að drepa og eins og oft í þessum stöðum þá viljum við eiginlega alltaf drepa með peði en ekki með riddara. Svartur drepa með peði og hvítur drepa með riddara og núna er komin upp á staðan í skoska leiknum. Svartur hefur núna marga leiki sem eru frekar góðir. Hann getur leikið biskupnum á C5, hann getur leikið riddari F6, líka hægt að leika öðrum leiki í þessari stöðu eins og til dæmis biskup B4. Það er allt bara mjög fínir leikir. Svartur ætti samt ekki að vera að fara í eitthvað mikil uppskipti, segjum til dæmis riddari dreifur D4, drottning dreifur D4 og drottning F6, en þess að hvítur á þá alltaf einhverja leiki eins og til dæmis E5, drottning B6, skiptir upp og riddari C3 og hvítur er næst bara að fara að leika riddari C3 og þessi peðastaða hér er ekkert sérstaklega góð fyrir svartan. Þannig að það er ekkert sérstaklega gott fyrir svartan að fyrir að þvinga of mikið að uppskiptum strax í byrjun. Þannig að ef við förum aftur upp í upphafsstöðuna hér, að ef svartur leikur til dæmis riddari F6 sem er einn af þessum góðu leikum, þá þarf hann líka að vera viðbúinn að því að fara út í frekar skrýtna stöðu til dæmis eftir hér. Núna er besti leikurinn fyrir svartan að leika drottning E7 og hvítur leikur þá drottning E2 og þessar stöðu verða frekar furðulegar eftir nokkra leiki. Og það er ástæðan af hverju ég mæli eiginlega ekki með 4 riddari F6. Leikurinn sem ég ætla að mæla með er 4 biskup C5 sem kemur biskupnum út og setur strax pressu á riddarann hér á D4. Hvítur hefur núna nokkra leiki. Hann getur skipt upp á C6, hann getur leikið biskupnum út og valda riddarann og hann getur líka bakka með riddarann á B3. Ef hvítur leikur einhverju eins og bara svona passífu eins og C3, getur svartur einfaldlega komið út riddaranum og strax sett pressu á miðborðið. Og núna er ekkert sérstaklega einfalt fyrir hvítan að valda E4 peði vegna þess að biskup D3 þá hangir peði hér á D4 og ef hann þarf að leika einhverju öðru þá sé ég ekki fram að ná að klára leiðskipinu á eðlilegan hátt. Byrjum að skoða hvað gerist ef hvítur leikur drepur hér. Núna ef svartur myndi leika bara einhverju strax eins og drepa hér tilbaka, þá er svartur líka með allt í lagi stöðu en hann á mjög góða millileik. Hann getur leikið drottning F6. Drottning F6 virkja drottninguna og pressa í leiðinni hér á F2 sem er mát og hóta líka riddarann. Núna þarf hvítur einhvern veginn að valda F2 peði og hann gerir það oftast með því að leika drottning D2. Og núna í þessari stöðu viljum við nýta okkur stöðuna á drottningunni hér og drefum þess vegna með D-peði. Hugmyndin er núna einfaldlega að fara að leika biskup E6, hrókur D8, riddari E7 og svartur er bara með mjög fína liðskipan í þessari stöðu. Það er líka eftir riddari C3 hægt að leika leik eins og til dæmis biskup D4 er líka leikur sem ég hef verið sjálfur að leika og mér finnst svartur alltaf að vera með mjög fína stöðu hér. Ef hvítur leikur í þessari stöðu biskup E3 er komið strax hótun. Hvítur hótar einfaldlega að skipta upp á hér og þá er biskupinn hér á C5 óvaldaður. Við þurfum þess vegna að gera eitthvað. Ef við leikum til dæmis bara eins og D6 þá fáum við skemmtilegt eða ekki skemmtilegt þrípeði í þessari stöðu sem við viljum helst forðast. Þannig að D6 er ekki málið. Ef við bökkum á B6 getur hvítur einfaldlega haldið áfram í liðskipinu og hann er með aðeins meira rými fyrir menninu sínu og er þess vegna með aðeins betri stöðu. Svartur ætti þess vegna að leika drottningunni út hér á F6, setja pressu hér og núna er svartur tilbúin að halda áfram með liðskipinu með að leika riddari G7. Ef hvítur leikur einhver eins og til dæmis
C3, þá leikum við bara riddari G7, biskupinn fer til dæmis út hjá hvítum, hrókering og svartur heldur bara áfram með að leika B6 og getur virkjað biskupinn sín á B7 og svartur ætti að fá frekar þægilega stöðu. Ef hvítur fer í ykkur uppskipti getum við alltaf drepið bara með drottningu og svartur ekki verra í svona stöðum. Ef hvítur leikur eftir í þessa stöðu í staðan fyrir C3 leikur riddari B5, þá einfaldast fyrir svartan að drepa fyrst hér, hóta máti, þannig að hvítur getur ekki drepið núna C7 út af máthótuninni, þannig að ef hann drepið tilbaka getum við skákað, hvítur leikur peðinu fyrir og við bökkum á D8, völdum C7 og síðan getum við svartur haldið áfram með að klára liðskipunum með D6, riddara F6 og er með mun betri peðastöðu. Þá er það síðasti leikurinn í stöðunni í þessari hér stöðu. Við erum búin að skoða biskup E3 og riddari drepur C6. Síðasti leikurinn er riddari B3. Hvítur núna bakka með riddaran og hann ætlar einfaldlega að fara hrókera langt í þessum stöðum. Svartur bakka með biskupinn, hvítur leikur riddari C3 og svartur leikur riddara F6 eða jafnvel D6 fyrst. Það skiptir ekkert rosalega miklu máli endilega. Hugmyndin hjá svartur núna er að bara fara út með riddaran, hrókera og mögulega leika hrókur E8 og pressa þannig E fyrir peði. Þetta er svona grófum dráttum svona grunn skilningurinn fyrir fyrstu leikina á móti skoska afbrigðinu.